Ætli eitt heitasta málið þessa dagana sé ekki lagareldis frumvarp sem hefur verið kynnt í samráðsgátt og þetta hafi verið 800 umsagnir sem bárust það, flestar neikvæðar. Maður svona upplifir það kannski svolítið að það séu 2 þjóðir í landinu, það hérna margir í hópi almennings mjög reiðir en hópurinn sem skipar Alþingi virðist nú svona meira og minna á einu máli en spurning hve mikið tillit verður tekið til athugasemdanna. Þau eru komin hingað þau Jóhannes Sturlaugsson, líffræðingur og sá sem veit nú flestum meira lax held ég. Vertu velkomin Jóhannes. Takk. Og Þorgerður María Þorbjarnardóttir, formaður Landverndar, velkomin. Takk fyrir. Ég nefndi það þarna áðan að sko ég upplifði svolítið svona einkennilega stemningu í samfélaginu að margir í hópi almennings tala til dæmis umskipti viðreisnar í þessu máli og hérna fólk veltir fyrir sér hvernig hópar sem áður töluðu einni röddu geta farið nánast á einu augabragði í einhverja allt aðra átt og hérna hann mér langar svona aðeins að biðja ykkur að gerast félagsfræðingar með mér hérna í umræðinni næstu mínútur en sko hvernig horfir þetta við þér? Sko ég sé ekki 2 þjóðir ég held að svona flestir á almenningi séu svona hugsi yfir sko þeim áformum þessar rosalegu stækkun sem á að verða að það er að fara einhvern veginn úr 30.000 tonnum í 100.000 tonn. Ég ekkert viss að svona almenningur sé til í það á sama tíma og svona flestir held ég, þeir vilja ekkert að þessi iðnar fá bara að vaða uppi en eru svona kannski hrætt við að hérna að fara hart gegn sjókféldi vegna þess að þetta er alveg að skapa störf og minna samfélög eru hérna það er bara inn í viðkvæm samfélögum það sem var kvóti sem síðan fór það sem er svona freistnivandi sveitastjórnar og sveitafélaga að auðvitað kannski ég held að mjög margir séu þetta bara svipum stað og kannski fólk þar sem segir já þú veist ekki hægt að setja einhverja reglur utan þetta þannig að þetta hérna verði ekki alltof stórt og gangi ekki alltof langt og hérna og að sama skapi hérna sé hægt að hafa þetta í einhverju magni sko. En síðan náttúrulega við hjá Landvernd alltaf að reyna að benda og öllum þessu náttúruverndarfélögum að sko þetta óboðleg aðferðafræði til þess að rækta fisk vegna þess að þetta of kostnaðsamt fyrir náttúruna, kostnaðri lendir einhvern veginn allir á samfélaginu og ágóðinn hann fluttur úr landi þannig að sko en ég held að sko mjög margir séu þarna bara eitthvað svona mitt á milli sko þannig ég sé ekki eitthvað að það sé öll þjóðin klofin í þessu en hérna en það einhvern veginn verið að reyna að setja fram einhverja sannfærandi lagaramma utan þetta eldi og það bara mistekst algjörlega vegna þess að það bara einhvern veginn gert út frá einhverjum allt öðrum hugsunarhætti heldur en náttúruvernd og þolmörkum náttúrunar. Það verið að hugsa þetta út frá einhverjum bara forsendum iðnaðarins sjálfs og það bara skín í gegnum allt frumvarpið og það þetta reiðast þeir sem eru í náttúruvernd bara og hérna og sem einhvern veginn og síðan þegar ráðherra kemur fram og segir þetta mjög gott frumvarp fyrir náttúruvernd og meðan öll náttúruverndarsamtök eru brjáluð þetta bara svona já, þetta bara ekki samfærandi Newspeak já, þetta bara hérna já, viðsnúningur hjá Viðreisn algjörlega og við héldum nú í Landvernd fund fyrir hérna kosningarnar þar sem meðal annars þú varst þarna fulltrúi Flokks fólksins og hérna Aðalsteinn var fulltrúi Viðreisnar og svo Þórunn Sveinbjarnardóttir fulltrúi hérna Samfylkingarinnar og við báðum að fá formenn á þessa
þennan fund. Þetta eru heitmál. Við fengum ekki formenn. Fólki sem kom á þennan fund fyrir hönd sinna flokka og talaði fyrir hönd sinna flokka sagði eitt og svo er annað uppi á teiningnum núna og þetta maður bara svona þetta ekki til þess að vekja traust á stjórnmálunum hjá okkur. Nei. Sko Jóhannes, má ekki segja að þetta frumvarp gangi lengra gegn umhverfis og náttúruvernd heldur fyrra frumvarp sem þó voru miklar deilur og þar á meðal höfum við dæmi þingræður þingmanna Viðreisnar sem núna eru orðnir ráðherrar sem töluðu með allt öðrum hætti þá enn í dag. Jú, þetta því miður þannig að þetta frumvarp gengur lengra gegn hagsmunum náttúrunnar. Þolmörkin eru þarna og það farið yfir þau. Eins og þú segir, það mitt verið að svona minna á kafla þarna og ræðum bæði Hönnu Katrínar og Þorgerðar Katrínar og Jóhann Páls frá bara síðasta þingi eða 2024 vorþingi þar sem þau töluðu algjörlega úr hinni áttunni. Jóhann Pál verður kannski að fá tækifæri til að svara fyrir sig. Má ég samt aðeins grípa inn í af því þú tala Jóhann Pál. Hann sagði, hér ríkisstjórn Íslands að afhenda laxeldisfyrirtækjum í eigu norskra auðmanna varanlegan aðgang að fjörðunum okkar með rekstrarleyfum sem eiga að gilda út í eilíðina og sem verður hægt að veðsetja og framselja og braska með. Þetta í apríl 2014. Já, þetta nefnilega það sem að raungerast núna en bara með miklu svæsnari hætti væga sagt því að 2024, svo ég leirði. Já, þetta með miklu svæsnari hætti núna því að núna er þetta allt í einu komið á þann stað að það búið að búa til kvóta ef að frumvarpið myndi ganga fram. Það þýðir það bara einfallega að þú ert búin að svo maður bara setja þetta fram svo fólk átti sig á þessu því að þetta svo eins og var nefnt hérna, þetta svo fjarriði að vera gott frumvarp eins og það getur mögulega verið. Málið það, ef þetta væri gott frumvarp, þá myndi það taka tillit til náttúrunnar og hagsmuna þjóðarinnar okkar íbúana til lengri tíma litið. En þarna þetta bara þjónkum við þessi stórfyrirtæki. Og af hverju segi ég að þetta sé svona mikið vera núna? Jú, það var nú kvartað yfir því eðlilega að þeir fengu afnotin eða nýtingaréttin í fjörðunum gefins. Þeir hefðu þurft að borga yfir 200 milljarða hefðu þeir þurft að hefja þetta eldi í Noregi. Það að vísu ekki hægt að byrja neitt eldi því að það búið að loka á allt frekar eldi. Jæja, það hefur nú einhverjum fundist það gott. Nei, af einhverjum óskiljanlegum ástæðum þá taka stjórnvöld það upp í frumvarpinu að tróða inn laxakvóta sem við kalla laxahlut, bara svona til að rugla fólk aðeins í rýminu. Hvað þýðir það? Þú getur veðsett þetta, þú getur leigt þetta, selt þetta. Þú ert í rauninni að rétta þeim bara firðina. Okkar allra stærstu firði og flesta firði á Austfjörðum og Vestfjörðum til afnóta til, já við getum sagt í raun og veru til eilíðar eins og Jóhann Páll sagði, nema með miklu tryggari hætti heldur 2024 þegar hann sagði þetta sem að hann sagði. Því að það getur enginn ruggað bátnum. Þeir verða með sitt eldi og ef einhver fer að gera eitthvað í fjörðunum sem þeir segja að þetta hefur áhrif á eldi okkur, fyrirgefðu, þú ferð ekki á stað með þetta, þú gerir ekki þetta, við erum með eldi hérna og við erum með kvótan. Og svo var að tala um að þetta var svo glæsilegt því að það var ekki hægt að fara með neitt með kvótan, en hvernig er frumvarpið? Það einmitt passað upp á það að hver einasta klásúla þarna endar á því að ráðherra getur gert þetta og hitt, eða segja ráðuneytið og ráðherra getur gefið út reglugerð eða hvað það sem þarf til að breyta bara nánast hverju sem í þessu frumvarpi. Og meðal annars talað um að það sé hægt að fara með nýtingaréttan á önnur svæði sem eru reynda friðuð í dag. Fyrir utan að þessi svæði eru ekki friðuð með lögum sem eru þarna friðuð samkvæmt reglugerð í dag. En þessi kvótapartur og ofan á það, svo ég veit ekki það er eins og fólk sé að búast við að þessir aðalega það er eins og við viljum fá eitthvað klór frá þessum aðilum, þessum stórfyrirtækjum sem eru búin að svína út svoleiðis löndin í kringum okkur og
Það var nú ekki lengra en síðan í gær eða fyrra dag að þeir voru að vera að færa fréttir af því að Movi sem nú einn stóri leikandinn hérna frá Norðmenn og það kannski þá að minna á það að þetta ekki bara Pétur og Páll, þetta eru Norðmenn sem að munu eiga firðin okkar inn í eilífina. En Movi núna fréttir af þeim þar sem þeir eru fyrir dómstólum að reyna að hnekkja ákvörðun Kanadamanna í Bresku Kólumbíu sem ákváðu að stöðva sjókvíaeldi við strendur landsins. Stöðva eldi. Býttu, ekki allt í lagi að rifja það aðeins upp. Með orð hérna forsvarsmanna samtaka í sjávarútvegi eða fyrirtækja í sjávarútvegi þá það nauðsynlegt því að þeir segja, já við erum komnir út í þennan iðnað, við getum sagt bara eins og sóðað iðnað og við getum ekkert hætt þar. Gróðin á mikill og ef við ættum að fara að gera þetta með öðrum hættir þá minnka gróðin og það nennir enginn að standa í því. En hvað gera þeir í Bresku Kólumbíu? Þeir eru búnir að ákveða og þetta byrjaði 2020 þeir byrjaði að vinna þessu. Þeir gerðu það fyrir 2 árum tæpum að banna þetta og þetta verður að auðvitað hafa þeir svona sólarlags ákveði þannig að þeir hafi smá tíma. 2029 þá verður þetta aflagt. Hvað gera hinir sem eru búin að fá sóð og suppa þarna sem eru líka í fjörðunum okkar? Eru þeir eitthvað að þakka fyrir það að þeir hafi þó fengið að vera þarna og rústa öllu töluvert áður en að menn settu bara nefan í borðið og sögum við viljum frekar halda náttúrun en ykkar gróða fyrirtækjum hér. Nei, þeir fara fyrir dómstóla og það er sama sem gerist þegar þetta frumvarp verður komið í gegn eða færi í gegn sem þessi ófreskja sem það er. Það er engi varnaglar, ekki nokkri varnaglar þar. Það er að segja, segjum bara að við stöndum uppi með þá stöðu sem er mjög líkleg að allt í einu bara komið ófremdar ástand og það þarf að bara loka búlunum þá bara engin önnur ráð heldur en að borga þessum aðilum einhverjar gengdarleysar upphæðir sem að getur sett þjóðfélagið algjörlega á hausinn til að losna við þá en það voru þeir sem að sköpuðu vandann. Staðan fyrir að hafa tryggingar ákvæði sem segir bara við höfum ekki engan kvóta, það er enga skyldu við ykkur, þið fóruð inn á þessum fórsendum, við fenguð þetta gefins, ef þið viljið standið þessum rekstri þá er þetta svona, en þá erum við með þetta svona og það sem verra er að til þess að gera þetta þannig að flækja þetta inn í okkar þjóðlíf með þeim hætti að það verður erfiðar að losna við þennan ófögnuð, þá hefur verið að draga inn í þetta peninga almennings, bæði auðvitað með þessum gjöfum sem hafa verið í gegnum áður en þeir fóru að borga einhverja krónur til þess að borga fyrir einhvern hluta af söpbuskapnum. Þá var almenningur að borga hér allt eftirlit og allt sem var gert í þessu. Mér sýnist það að sé enn þannig í dag að það eru öll ráðuneytu af alla daga að vinna við reglugerðir og lagagerðir í kringum þetta og allar eftirlitsstofnanir og allar rannsóknir eru bara í þessu. Það hefur engin tími í neitt annað og nema það að þeir eru að tryggja þarna með þessu öllu saman að við sitjum í súpunni en ég bara finnst það sorglegt að lífeyrissjóður okkar, þegar ég tala almannaveð, þetta er ekki bara úr ríkissjóði, þeir eru farnir að fara þarna inn með peninga og leið að það er búið að gerast á miklu mæli, þá erum við först þarna og hvað gerist, hvernig er þetta skrattar að sauma? Jú, þeir eru með fyrirtæki sem eru í öllum löndum í þessu braski og þeir eru að græða hér og þeir eru að tapa annars tapi þeir færa það bara á móti gróða annars þeir eru fyrir lífeyrissjóðina, það er bara togað út peninga. Þetta er taprekstur, það er verið að búa til einhver störf sem er verið að einblína á allan tíman. Hvað skildum við geta búið til mörg störf bara fyrir það sem er búið að eyða í þetta nú þegar? Hvað skildi kosta vegakerfið sem er ónýtt eftir á bara nú þegar? Hefur einhver haft dug í sig til þess að taka upp reiknistóka og reikna eitthvað að þessu saman? Þetta er svo óheyrilegt. Þeir fara út auðvitað með alla þá peninga, þeir auðvitað láta þetta alltaf verið í skuld við móðurfyrirtæki og fara með alla pening út. Getur ímyndað þegar allir lífeyrissjóðunir eru farnir að borga inn í þetta, það verður allt það sem að fólk er að skrapa saman, það fer þarna inn og það hverfur. Það er enginn að fara að græða á þessu. Náttúran verður, og hvað
hvað er það með náttúruna, það svo fyrir þá sem ekki þekkja það, nauðsynlegt að fara yfir það. Hvernig einhver svona starfsemi í einhverjum fjörðum og austfjörðum og vestfjörðum getur eyðilagt lífríkið all land. Það engin svona dæmi í Íslandssögunni svona starfsemi sem að eyðileggja lífríkið all land. Jú, það að því að það erfðamengun frá þessu sem viðlóðandi og verður ekkert breytt. Það engin framtróðun eða neitt í þessu. Þetta eins fjarskilt nýsköpun og svo hugsaðsgetur. Þetta úreltur iðnaður sem verið að leggja af, eins og dæmi frá Bresku Kólumbíu sýnir. Þar sem að eldið meira en hér, þar sem að störfin eru margfalt fleiri en hér, ekkert mál, þeir loka búlunni samt. Þannig að hvaða náttúru vá þetta? Þetta auðvitað bara umhverfisspjöll af Vesturgerð. Það að því að fiskurinn sleppur, hann fer all land. Hann fer ekki með reglumbundum hætti, en þetta gerist þrátt fyrir allt með ansi reglumbundum hætti, eins og ég get komið inn á síðar. Gengur upp í ár, mengarstofna sem hafa aðlagast í árþúsundir að ánni, að ætistöðum í hafi og ruglar allt frá tímanu sem hann gengur til hafs, frá tímanu sem hann að éta í sjó og annað, allt sem hefur áhrif á hæfnans og hvað það og þetta önnur hliðin, hin hliðin eru bara hreinlega hrein og klár mengun í fjörðunum, þar sem að efni allt frá mjög skaðvænlegum efnum sem notuð til þess að verja netin og kvíunum og til efna sem notuð til þess að drepa laxalúsina, til lífrænna mengunar og svo framvegis plastmengunar og allt þetta eyðileggur firðina. Og það alltaf verið að segja, við erum að setja þetta fram, þetta besta kerfi sem að hefur heyrst af og við skulum bara horfa á vísindin, segja stjórnmálamenn, segja þeir sem í forsvari hjá fyrirtækjum sjávarútvegi sem að einhverja hluta vegna tóku þetta upp á sína arma. En þetta svo fjariði sem frekast getur verið. Á hverju skildu menn þá ekki hlusta á þá sem eru í þessu vísindamenn? Ég meina, ég búin að rannsaka sjókvíaeldi í 11 ár og núna reynda var svo heppin að fá til liðs við mig Snæbjörn Pálsson, prófessor í stofnfræði fyrir 6 árum. Og hvað maður að upplifa? Bara nákvæmlega það sem maður bjóst við, það sem að gerast í löndunum, það sem að þetta búið að skaða lífríkið. Maður sér þetta og var nógu glúrin til þess að ákveða vakta ákveðna á og sjá bara hvernig þetta búið að ganga. Hvað skildi ágengni laxana, sjókvía laxana hafa orðið mest í ánni? Þetta lítil á, en hún bara dæmi hvernig þetta getur verið. Upp í 72% af hrygningarstofnunum eitt árið, þá eru sjókvíaeldislaxar. Og svo segja menn bara, vísindin segja að þetta sé allt í stakasta lagi, býtu hlustið þá á vísindin. Það mjög mikið svona í þessu frumvarpi talað mótvægisaðgerðir þegar lax sleppur og að hann gerir það. Og það bara mjög ótraustveikjandi að halda fram að það getur verið eitthvað trúverðu mótvægisaðgerð að fara og skjóta fiska með einhverjum spjótum. Þetta bara Og engin viðurlög bein. Það ekki rétt skilja mig? Jú. Já. Það og svo eitthvað ná samt almenningur að vera hægt að greiða þessum fyrirtækjum bætur ef að einhverjir náttúruhamfarir hafa áhrif á, þannig að það hafa áhrif á reksturinn þar að segja. Já, sem var ótrúleg klásúla. Ótrúleg klásúla, en talandi hennan kvóta, það auðvitað fólk heldur fram að þetta sé ekki kvóti vegna þess að þetta eru leyfi gefin til 16 ára í senn. En þá skulum við samt horfa á það að endurnýjun leyfanna töluvert auðveld. Það ég held að ríkið þurfi að hafa mjög, mjög góða ástæðu til þess að endurnýja ekki leyfi og bara eiginlega ómögulegt að vera með nóg góða ástæðu til að veita ekki leyfi. Þá skulum við líka horfa á það hvað hefur gerst á undan, eins og við horfum á Seyðisfjörð. Þar sem að eru mjög góðar ástæður til að veita ekki leyfi. Þetta komið í skipulag, sem sagt haf- og strandsvæða skipulag. Og það eina sem komið. Þetta bara komið í skipulag. Þá eru allir bara skjálfandi á beinunum við eitthvað sem að fólk kalla
réttbundnar væntingar til leyfis og og stofnanir, það eru nokkra stofnanir sem eiga að veita hann umsögn og veita leyfið, samgöngu stofa, þarna það eru bygging, húsnæðis- og mannvirkjastofnun og allir einhvern veginn benda bara hvort og annan, enginn þorir að neita bara leyfi þrátt fyrir að fyrir því sé mjög góðar ástæður. Það er endalaust veittar undanþágur, pólitískar undanþágur, lögum náleið við faræsstrenginn, það fari inn á ljóskera vita, þannig að þarna erum við strax að sjá mikla hræðslu við eignarréttar myndun sem ekki er einu sinni komin raunverulega. Nei. Það er bara mjög mikill ótti hjá stofnunum og ríkinu að stíga mögulega á tær þarna á eignarrétt sem ekki er eins og til staðar. Vegna þess að þetta komið í skipulag og það hækkaði í einhverjum kauphöllum og þannig að ég held að ég bara blæs á allt það sem segir þetta sé ekki kvóti, þarna verði ekki eignarréttarmyndun vegna þess að þetta sé leyfi til 16 ára. Ef að leyfin er til 16 ára og svo er mjög auðvelt að fá bara önnur 16 ár. Það er enginn sem mun þora að segja nei, þið fáið ekki önnur 16 ár þegar það er búið að fjárfesta og búið að og farið á stað. Já, ég bara sé það alls ekki gerast og ég er bara mjög hrædd að þarna er bara miklu strangari eignarréttar möguleikar á dómsmálum hjá þeim sem eiga svona leyfishöfum heldur en nokkuð tíman eru komin í Seyðisfirði og samt er það allir skjálfandi á beinunum yfir mögulegum málsóknum og einhverjum lögbundnum væntingum þessara fyrirtækja, Kaldvíkur þarna í Seyðisfirði. Sem að einmitt var með þá yfirlýsingu að það hefði aldrei sloppið frá þeim sjókvíaeldislags. Okay. En ég veitti nú einn og upprunagrindið þarna úr Fjarðará í Seyðisfirði og hvaðan skildi hann hafa komið? Nema frá Kaldvík, úr Reyðarfirði. Bara lítið dæmi þetta frábæra kerfi sem er svo frábært að maður hefur aldrei heyrt á öðru eins. Þessi fiskur auðvitað hefði aldrei átt að hafa sloppið og hefði aldrei birst nema að ég hefði rekist á hann og bara til þess að taka það sem dæmi aðeins áfram. Þetta opinbera kerfi það kom ekki auga á þennan fisk. Nýja fleiri fiskar sem ég fann þarna fyrir austan. Gott og vel, það er nú kannski eitthvað. En þá skal ég taka annað dæmi. Ég er nú ekki svo mikið á ferðinni, þó ég vildi vera meira á ferðinni, en ég er nú að nota aðra aðferð heldur en rykköfunina, fara á næturlagi og veiða þá upp með háf, þessa sjókvíaeldisfiska. Hvernig skildi standa á því að ég hafi með eigin hendi veitt tæplega 8% af öllum sjókvíaeldislaxi sem hefur veiðst í íslenskum ám. Er það ekki eitthvað grunsamlegt? Hvernig skildi standa á því að gögnin sem ég hef aflað, sem enginn vill auðvitað kannast við, en eru til í skýslum, sýna það, ætli þessi ekki 50%, kannski er það ekki nema 30%, en þetta er svakalegt hlutfall, af gögnum sem eru til yfir slysasleppingar, byrju þau koma frá mínu rannsóknum. Er þetta kannski að segja okkur að þetta kerfi er ekki gott? Fyrir mína parta, þá auðvitað hef ég margsagt að það er handónýtt og ég nenni ekki að fara með alla rulluna en auðvitað að það skuli ekki vera allir laxastofnar inni, að það sé ekki tekið tillit til þess að þetta er framandi norsku stofn og að það sé ekki tekið tillit til þess í þessu blessaða áhættumati, eða kannski er það reyndar ekki svo blessað, að við erum með kynþroska hængseiði í ánum sem er ekkert að fara í sjó, sem eru erfðablönduð og jafnvel hreinir eldisfiskar á köflum þegar tveir hittast þar, sem eru að sjá þessa erfðablöndun í ánum á þess að fari fram nokkurt val í sjónum og slíkt. Ekkert af þessu hefur verið lagað. Þessi atriði er eitthvað sem maður er búin að hamra á. Það er bara alltaf sama aðferðifræðin. Þetta er svona, það hefur verið gerð skýrsla þarna og Ríkisendurskoðun, það hefur verið gerð skýrsla svona. Það er bara glamra þetta sama fram og tilbaka. Það er ekkert hægt að rökræða með vísindum. Það er bara vitnað í vísindin, en það er ekkert hægt að tala með einhverjum rökum saman.
hvað þetta allt saman illa og garði gjört. Þannig að það ekki skrítið að manni sé ofboðið að núna á að keyra þetta fram með miklu svæsnari hætti heldur en nokkuð tíma fyrr, ekkert búið að laga neitt. Hvernig skildi standa á því að við erum í þessum sporum, eins og ég saði nú við atvinnuveganefnd þingsins þegar ég var þarna síðast, þetta var, ég veit ekki hvort maður segja blessunlega stoppa af því það svo margvalt vera núna, en málið það, þá sagði ég þið eru að fjalla þetta og það ekki búið að ganga frá áhættumati sem átti að vera tilbúið fyrir 2 árum. Núna það komin það eru komin 3 ár síðan átti að vera tilbúið, samkvæmt lögum, og þeir eru að ganga frá einhverju svakalegu lagabálki sem hefur meiri neikvæð áhrif á íslenska náttúru heldur en nokkur lagabálku sem hefur farið í gegnum Alþingi. Og annað undirstöðu atriði í því hvernig þessi lagabálkur virkar, þetta blessaða áhættumat erfðablöndunar sem felur í sér að við pössum upp á það að stofnarnir okkar sjálfbærni þeirra verði ekki ofboðið. Það ekki tilbúið. Uppfæra áhættumati sem átti að vera komið fyrir 2023 í síðasta lagi, það ekki eins og tilbúið þegar það vera afgreiða lögin. Hvers konar lýðveldi þetta? Hvers konar, maður ekki skrítið að manni fallist endur, maður bjóst ekki við öðru heldur en að þessi gróða fyrirtæki myndu vinna svona, en maður bjóst ekki við því að atvinnuvegaráðuneyti væri svona algjörlega fortakslaust á þeirra nótum. En þetta sýnir bara hvað þetta óheilbrigt þegar við látum bæði stofnanir, eins og Hafrannsóknastofnun dæmi þá sjá bæði að skipuleggja hvernig á að gera hlutina og náttúruverndina og hvernig eiga þeir þá alltaf að meta hlutina, við sögðum að þetta væri rétta leiðin og svo eitthvað að komast í mótsögn við sjálfa sig, þetta var nú kannski ekki svo gott fyrir náttúruna. Eins með ráðuneytina, atvinnuvegaráðuneytið sé með náttúruverndina á sinni hendi en ekki umhverfisráðuneytið, hvers konar rugl það? Plús það að orkumál og umhverfismál séu í sama kolli, Mér finnst bara hafa aukist að fólk talar oft vísindin og sérstaklega hefur Jóhann Páll í sínum stól tala að við þurfum að treysta á vísindin þegar kemur að loftslagsmálum og tala mjög mikið veltihringrás Atlantshafsins og Golfstrauminn sem geti átt að hættu að minnka eða hverfa og tala þá við verðum bara að treysta vísindunum og skrifa grein með bara mjög virtum vísindamanni á þessu sviði. En síðan finnst mér bara þessi stjórnmálamenn, ekki bara hann en líka í Hanna Katrín og fleiri bara nálgast svona vísindalega þekkingu sem einhverja eina skoðun af mörgum. Þetta ekki skoðun. Þetta ekki eitthvað sem fólk fer út í felt og rannsakar og segir svo, já, mér finnst þetta vera svona. Þetta þetta bara eins og þau segja sjálf í öðrum greinum bara mikilvægur þáttur í bara góðri ákvarðanatöku að fara eftir vísindum, en það eins og þegar kemur að náttúruvernd, þegar kemur að fuglastofnum eins og hafverninum, þar sem til dæmis töluverð óvissa afdrif arna í kringum Garpsdal að þar við verðum að hugsa sundlaugina sem íbúarnir fá já, en það bara fyrir peningana sem einkafyrirtæki. Það bara tala það eins og skoðun og rauninni hefur Jóhann Páll sjálfur sagt það á sem sagt fundi hjá Landsvirkjun hvort það var svona þing eða ársfundur haustfundur kannski haustfundur að það ekki faghópa rammaáætlunar sem stjórna því hvað fer í hvaða flokk heldur það pólitíkin. Já, þannig að þó að faghóparnir leggja sig fram við að forgangsraða og koma bara með mjög gagnsæja, góða greiningu á því hvernig hægt að flokka þessa virkjanakosti, þá það nálgast eins og ein skoðun af mörgum öðrum sem taka þarf inn í mengið og auðlindanótkun
góð auðlindanýting byggir á vísindum. Hún byggir ekki á því að Hafrannsóknastofnun segir já, þorskstofnin svona, ég myndi hafa kvótan svona stóran og þau segja já, en það bara svo mikil eftirspurn eftir þorski núna, við ætlum að veiða svolítið meira, við ætlum bara að taka aðeins meira hér af því að þetta bara pólitík. Orkuöflun líka auðlindanótkun, sjókvíaldi, þetta líka auðlindanótkun. Firðirnar okkar auðlind sem verið að nota, sjávarföllin og þetta sem að fara í gegnum sjópokana. Ef þið var að gera þetta á landi þá var þetta bara mjög orkufrekt til þess að hreinsa, en það verið að nota auðlindina á þennan hátt. Og góð auðlindanótkun, hún byggir á vísindum, hún byggir á því að þolmörk náttúrunnar séu forsenda rammans utanum. Ekki einhverjar lögbundnar væntingar einhver kauphallarhækkanir, bara það því miður eitthvað sem hefur orðið allt mikið ofan á í þessum ákvarðanatökum. Þetta svolítið varasum stemning að þið eru bæði náttúrulega að gagnrýna ríkisstofnanir. Og hér satt kona bóndi í Hvalfirði og spjallaði við mig ítarlega í desember hvernig íslenska stofnanir brugðust við mengunarslýsi í Hvalfirði sem kostaði hana fjölda hesta, og það má alveg spyrja hvort þau hafi ekki brugðist skyldu sinni. Ég hef áður sagt að ég hef sjálfur starfað hjá einni af ríkisstofnunum, umhverfisstofnun. Ég upplifði þar mjög mikla undirgefni gagnvart atvinnurekenda valdi. Katrín Oddsdóttir, lögmaður, hefur í samhengi við meðal annars sjókvíaeldið rætt aumingjaskap íslenskra stofnana og hvernig svona alls konar kafkaísk bellibrögð reynt að nota þau. En það auðvitað fólk inn í stofnurum, bara alls konar fólk, en það pólitíkin, það ráðherrar sem hafa yfir umsjón með sínum stofnunum sem eiga að leggja línuna fyrir sitt fólk. En punkturinn sá að ég held að það þurfi ansi margir á ansi mörgum póstum að bregðast, að degna til þess að ef þetta stórslys að fara að eiga sér stað sem að þið hafi mjög þung orð þá eru ansi margir sem að líta undan, og það eru ansi margir sem beygja sig undir vilja peningavaldsins, framkvæmdavaldsins, eigendavaldsins, gefa afslátt á pólitíkinni í að minnsta kosti 1 korter. Það ekki svo? Jú, þetta maður bara, maður ekki búin að meðtaka margt af þessari vitleysu sem maður var sett inn þarna síðast, eins og þetta kvótadæmi. Þetta svo, yfirþyrmandi, við getum sagt bara eins og klikkað. Þetta við vorum búin að upplifa okkar kvótakerfi hérna í fiskveiðipartinum og jú, þó að menn vilji stýra veiðum með hinum og þessum hætti að þá held ég að flesti geti verið sammála það að það hefði kannski hafi ekki verið þrá fólks að útdeila þessum auði af sjávarútvegs auðlindinu okkar til fáeinna einstaklinga og fjölskyldna, en ef við ætlum að fara að útdeila þessum nýtingaréttar auði fjarðana til þessara ofurríku norsku aðila, þá það enn verra dæmi í raun og veru, því að ekki bara að þeir séu erlendir aðilar, það svo sem bara eitt og sér eitthvað, en það bara þessi stórfyrirtæki sem að starfa þannig að þau fara yfir þolmörk náttúrunnar, hvort sem það með því að nýta einhverja ákveðna náttúruauðlindi eða þau ganga bara fram af umhverfinu, að það fer yfir mörk sem eru ásættanleg, eins og þetta dæmum. Þau eru í rauninni, þau hugsa bara eitt, eða þeir sem stýra þeim, að það gróði. Þetta ekki tilviljun að þetta í einhverjum kaupöllum og svo framvegis. Og allt annað, en bara vita það alveg frá fyrstu tíð hér að
Það var alveg sama hvað það var. Þeir gátu ekki einu sinni sko borgaði ykkur að fá hana krónur í hafnagjöld. Allt bara sem þeir gátu sleppt. Það var svo sko yfirþyrmandi yfirgangurinn og hrokin ef það var einni krónu meira sem hægt að fá. Þá skildi samfélagið lúfa. Núna þeir búin að segja upp fólki í hóp, uppsögn fyrir vestan. Og lækka laun. Til að lækka laun. Og við höfum nú haft alls konar fyrirtæki sem að maður hefur ekki haft mikið álit á. Hvað skildu mörg þeir hafa farið í svona hópuppsagnir til þess að lækka laun? Ég held þessu afskaplega að fá til að lækka laun, þetta mikla prósentu. En þessi svona fyrirtæki eru þannig uppbyggð. Þetta svona gamla nýlendu fyrirkomulagi, þú ferð inn á einhver svæði og nýtir eitthvað sem þú veist að er að eyðileggja náttúruna því að þú ert yfir þolmörkunum, þeir eru slétt sama og þá má bara líka þessu við sníkjudýr. Þetta er bara sko eins og sníkjudýr. Sníkjudýrin þau vilja bara að lífsferill sinn gangi fram með þeim hætti sem að þeim hendar og þeir vilja græða á þessu með það er hægt. Síðan sníkjudýrið er aldrei að hugsa hýsilinn. Og þannig eru þessi fyrirtæki. Maður skildu reyna að setja þau í eitthvað búning, fara bara, þetta er sko þúsundir og aftur þúsundir frétta af þessum sömu aðilum og eru ráðandi í íslensku fiskeldi. Það er alltaf verið að reyna að drepa og dreifa það sé ykkur 1-2 fyrirtæki sem eru í alfarið íslenskri eigu. Þetta er ekki nema brot af þessu eldismagni sem við verðum að tala um og öllum þessum fjörðum. Þannig að við erum að tala það að setja í hendurnar á þessum mönnum sem að hugsa ekkert hag þjóðarinnar eins og síðasta dæmi með að segja upp starfsfólkinu til að lækka launin eða hvað það er og þeir hafa síðan alla hendir og svo fara þeir ekki bara fyrir þeim hendar og þá helst verður að borgað út með einhverjum svimandi upphæðum sem að spurningi bara hvort að þjóðfélagi ræði við. Hvers konar, hvað veldur því að stjórnmálamenn setja svona ófögnuð inn í lagafrumvarp? Já. Það er bara óskiljanlegt. Já, og hvað veldur því að starfsmenn á vaktinni þeir standa sig ekki sem skildi? Sko, ég heyri það stundum í heitapottunum í sundlaugunum núna þessa dagana að það geti alveg verið sjónarmið að henda bara náttúruvernd út gluggann. Þessi ríkisstjórn ætli bara ekki að leggja neina áherslu á umhverfismál eða náttúruvernd og það geti verið pólitísk stefna. En þá sé að minnst kosti lágmarkið að við ætlum að hagnast á því með einhverjum augljósum beinum hætti þannig að það tikki milljarðar inn í ríkiskassan til þess að meðal annars lækka greiðslu hallan og svo framvegis. En sko það eru þvert á móti atriði í þessu frumvarpi sem að geta kostað okkur pening umfram allt hitt. Þeir eru með þess að lækka gjaldið í umhverfissjóðin. Þeir eru ekki að láta hann standa í staði en það er ekkert jákvætt. Þeir eru að lækka og hann dugar ekki fyrir því sem við þurfum að stússast í kringum þennan sóðaskap nú þegar og þeir eru að lækka það. Það er líka mjög hættulegt að tala um það að það sé eitthvað pólitískt andrúmsloft núna að það náttúruvernd skipti bara engu máli vegna þess að skaðinn sem ásist að núna hann verður ekki tekið tilbaka þegar stemmingin breytist þannig að þetta er ekki spurning einhverja bara stemmingu sem bara allt í lagi að leyfa viðgangast, þetta er spurning framtíðarkynslóðir þannig að það er ekki í boði að tala það að við ætlum bara að hagnast mjög mikið á því að eyðileggja náttúru ef að síðan kostnaðurinn til framtíðar verður þannig að og það er ekki mín skoðun en þetta er bara svona hættulegur hugsunarháttur og það minnsta sem að hægt er að gera er bara að taka ákvarðanir út frá gögnum sem eru ljós og eru til. Meira þess að hjá Hafró það eru svífurleg gögn sko eins og í Hrútafjarðar á fleiri stöðum sem eru fjarri eldinu erðamengun. En svo mér talar þú hafnagjöldin og ég held sko að það oft verið að stilla upp samfélögum sérstaklega fyrir vestan að þau þurfi svona rosalega mikið á sjókvíaeldinu að halda því að þau hafa á sama tíma og þau sjá hér eru einhver störf sem að síðan er þetta fólk með
með börn á leikskóla og það fer í búð og það heldur uppi einhverju svona starfsemi og virkni innan samfélagsins þótt að þetta séu náttúrulega hálfgerða verbúðir að vera að auglýsa eftir einhleipum konum til þess að flytja á Tálknafjörð daginn því að þeir heldust ekki kallir í vinnu, þeir eru svo einmana í staðinn fyrir að bjóða konum kannski í vinnu, það var bara verið að biðja um að flytja þarna vestur til þess að vera barnavélar en þá þessi samfélög sko líka búin að vera í stappi við þessi sömu fyrirtæki og ég held við nálgumst ekki þetta málefni nema með byggðaþróun í huga að bara það vantar eitthvað alvöru hugrekki og alvöru nýsköpun í byggðaþróunastefnu fyrir þessi svæðir sem hafa tekið þessi fyrirtæki upp á sína arma og eru á báðum áttum vegna þess að þau fá eitthvað úr því en hafa líka verið í stappi við fyrirtækin hafnargjöld, stéttarfélög á svæðunum hafa gagnrýnt með þessa launalækkanir og það er ekki eins og þau séu sko að þetta sé svona eins og að tala að þjóðin sé klofin. Það er bara fólk sem sér kost og galla og vill ekki þetta fá að vaða uppi en vill hafa byggðaþróun í lagi og þetta náttúrulega er ekki byggðaþróun sem að kannski hugnast mörgum en margir eiga erfitt með að sjá hvað á að koma þá annað og við þurfum bara að sýna fram á hvað er hægt að koma annað. Byggðamál eru eins og þú bendir á mjög flókin og ég veitna stundu til þess þegar ég ólst upp ungu drengur í Mývatnssveit og þar var náttúrulega við skulum kannski ekki segja að það hefur verið almenn fátækt en það var svona mjög rýr efni hjá flestum íbúum svo kemur kísiliðan og þar verður til stóriðja og öll kjör og menning og tækifæri allra barnanna í sveitinni meir og minna stökkbreytast við það að þarna er komin verksmiðja. Það var alltaf umdelinleiki kísiliðuna og hvað áhrif hún hefði á lífríki í vassins og svo framvegis, fuglalíf, silung og allt það. En þetta er alveg rétt að við þurfum einhvern veginn að sko nálgast umræðinu náttúrulega frá nokkrum punktum en sko engum dytti í hug að þótt að myndi skapa störf þá væri góð hugmynd að stofna útrýmingabúðir gegn rauðferðum á Langanesi, skilurðu og það eru alltaf einhver mörk fyrir atvinnuskapandi iðnaði, atvinnuskapandi greinum. Það er náttúrulega mjög mikill lobbyismi. Ég meina Einar K. Guðfinnsson var náttúrulega tekinn sem fyrrum ráðherra bara til þess að lobbyast fyrir hagsmunum laxeldis manna og þeir voru á tíma með pólitíkina með sér svo sko eru núna umskipti í pólitíkinni og hvað fáum við? Við fáum aftur stjórnvöld sem eins og þú bent á Jóhannes sem bara á einu ári sem eru farin að ganga lengra heldur en fyrri stjórnvöld í þessu frumvarpi og þá spyr maður sig er það vegna óskhyggju miklar tekjur í ríkiskassan og störf og almennar vinsældir hjá kjósendum því sko ég segi óskhyggju því að það er ekki einu sinni ljóst að þetta muni færa okkur þetta geti allt eins kostað okkur úr ríkiskassanum eins og inni þannig hvað er það sem liggur að nundir? Ég held allavega að það sé sko mikilvægt að benda á þau sko að störfin eru meira minna að færa sig bara ég held að flestir sem eru í svona hálaunuðum góðum störfum hjá sem fyrirtækjum búa ekkert á þessum svæðum og þeir sem að flytja þangað þetta eru svona verbúðir fólk flytur til skamms tíma og það er náttúrulega býr ekki til gott samfélagi en með því að nálgast þetta sko ég held að sko margir haldi að einhver náttúruverndarfélag vilji bara að þetta verði allt bannað á morgun og allt tekið upp úr sjónum á morgun. Það er ekki þannig. Það er fólk sem sér fyrir sér að það þurfi sólarlagsákvæði þar sem að það verði farið í aðgerðir til þess að taka þetta upp úr sjónum jafnlega því að byggja upp eitthvað annað til einhverja aðra atvinnu fyrir fólk á svæðunum sem og að náttúruverndarfélag hafa fyrst og fremst
farið fram með það að þetta verði ekki stækkað. Samt sem áður, þá talað í einhverju skýrslu sem var gerð fyrir ráðuneytið af erlendum aðilum að það var hófleg annars var hægt að gera ekkert, svo var eitthvað hófleg uppbygging og svo var eitthvað svona max uppbygging og hófleg uppbyggingin var sko margföldun á iðnaðinum eins og hann í dag, þrátt fyrir að akkurat eins og hann í dag hann mjög skaðlegur. Þannig að Já, það ágætt að minna á það að eins og hann í dag 50.000 tonnin af þessum rétt rúmlega 100.000 tonnum sem búið að leyfa. Þá hafa stærstu slysasleppingarnar undirstrika mjög hressilega að við getum ekki eins og aukið þetta umfram þessi 50.000 tonn ef vel á að vera. Þetta getum við ekki bakkað með þessi leyfi. En við þurfum þessi sólarlags ákvæði sem hún nefndi því að þetta of mikið nú þegar og það alltaf talað að það verði tekið mið af vísindunum. Já, vísindi sýna það nú þegar að þetta og mikið bara varðandi erfðamengunina og svo að því sé haldið til haga að það var verið að tala að það væri ekki að sleppa en eins og ég segi í mínu rannsókn bara þarna í viðmiðunaránni hjá mér þá voru þessi laxar 7 ár af 10 ég búin að vera 11 ár í þessu en þessi 10 sem ég var að taka saman út að skrifa núna að það eru 7 ár af 10 og 6 ár af þeim yfir þessum mörkum 3 ár hressilega tvisvarsinnum hátt í 20% og svo 72% og þetta sýnir bara að þetta staðan eins og hún núna, hún ekki og það þarf líka aðeins að nefna það að þetta allt á þeirra forsendum, það að segja mótvægis aðgerðir og hvað þetta Býtu, það eitthvað sjálfsagt að ríkisstjórn eða sveitastjórnir eða hvaða stjórnvöld sem á hverjum tíma geti sett mönnum það að heimila einhvern iðnað sem að eyðileggur náttúruna og að hluta til óafturkræft, það bara það sem við vitum. Með þeim líka bónus að þú ert að fá yfir þig bara, við getum kallað drull og skít sem eru þessi fiskar og annar ófögnuð sem fer út í náttúruna sem að þú ert settur í þá stöðu eins og þarna í þessum lagafrumvarpi að þú getur ekki einu sinni bannað mönnum að koma, þeir geta bara farið inn í ána hjá þér, byrjað að reynsa og svo vera að tala þetta eins og þetta sé eitthvað verkværi sem virkar. Þekkja menn ekki íslenskar ár? Hvað haldið það séu margar ár þar sem hægt að nota rekavara og þekkja menn ekki söguna bara nú þegar af þessum fyrirtækjum? Það eru útistandandi, ég held að séu 20 milljón krónar reikningar, þeir fást ekkit greiddir. Þeir fást ekkit greiddir þarna heldur, en það ekki stafur hvernig það að fara fram. Engar svona hútryggingar, umhverfis kaskotryggingar eða það var einhver enn meiri slys, við munum setja uppi með hann að skaða öll sjálf, en að þessar mótvægis aðgerðir auðvitað bara brandari og sumum þá myndu þeir fljótt stranda þessi rekavarar, þannig að þá þyrfti einhverja aðra aðferði, en þetta bara ekki að virka. En það ýmislegt svona í frumvarpinu og í umræðunni sem skapar falskt traust. Frumvarpið nefnir strax í markmiðunum varúðarnálgun gagnvart umhverfinu, líffræðilega fjölbreytni, alls konar og þetta svona ákveð orðasalat sem komið mjög víða en hefur ekki kannski neina alvöru bara merkingu eins og orðið sjálfbærni. Það hefur auðvitað tilgang. Sjálfbærni hefur bara mjög skýra skilgreiningu að þú ert að stunda eitthvað án þess að ganga á það þannig að það skaði framtíðarkynslur í að halda áfram sama. Kannski þetta bara áróður. Og það búið að sekta var það ekki Arctic Fish sem voru alltaf að nota það var Arnarlax sem notaði sjálfbærni, sustainability, it's in our nature, þetta var á öllu þeirra kynningarefni og þeir voru hreinlega bara sektuð af Neytendastofu vegna þess að átti ekki innistæðu fyrir þessari
þessu og bara sama skapi þá þetta sama upp á teiningnum í þessu frumvarpi að tala sjálfbærni og tala varúðarreglu og þetta við þurfum að fara að inna eftir því að það sé þessi orð hafi merkingu og það sé einhvern veginn sanna að fara sér eftir en það ekki nóg að setja orðið inn eitt og sér. Aðeins billir að hendin varúðarreglunni og visskerfisnálgun og svona en þegar að menn eru eins og þarna ég held að Neytendastofa ætti nú bara að sekta þessa aðila, atvinnuvegaráðuneytið og þá því að þetta þarna að nota alveg hömlulaust tengt sjókvíaeldisiðnaði eins og ég hef marg sagt þessum stjórnmálamönnum hætti að nota sjálfbærni þegar þeir tala sjókvíaeldi. Það ekki hægt. Því að þetta er ekki bara að þetta sé ekki sjálfbært. Þetta veldur náttúru spjöllum. Þetta alveg á hinum endan. Þetta eitthvað svo að maður eins og þú segir, maður þurfa að vera að hlusta á þetta orða gjálfur alla daga og þetta hljómar allt svo vel, þú veist, og líffræðileg fjölbreytni og hvað þetta og kannski haldin eitt fundur og eitthvað ægilega gaman. En svo allt sem að þarf að vera þarna á bakvið, til þess að þetta virki, það ekki farið eftir því. Ég held að þetta sé bara þekkt áróðursaðferð að þú tekur orðaforða þeirra sem þú ert klást við og þú gerir hann merkingarlausan með því að tefla hann fram í þessu tilliti sem að þú ert að nefna. Ég aðeins unnið við almannatengsl. Bara vókið. Þetta getur verið ákveðin aðferð og svo þegar við höfum öll mist skilning á hugtökum og fólk farið að nota þau bara við ýmis tækifæri, þau hafa ólíka merkingu. Það var náttúrulega auðveldara fyrir vondu gæjana. Hvað grænt og hvað náttúruleg framleiðsla? Þetta þýðir ekki neitt grænn iðnaður, hvað þýðir það? Já, þegar merkingarleysan verður orðin ofan og þá auðveldara fyrir auðriðsana að koma sínu, að fá sínu framgengt. Við komumst ekki lengra, mér finnst þetta mjög sláandi að hlusta á ykkur og ekki síst þarna langa eldræðina þín í upphafi þáttarins, Jóhannes, ég enn að melda hana. Þegar þú sagðir að það vekti athygli þín að þú einn einstaklingur hvað þú værir að finna marga laxa á móti þarna þessum stofnunum. Má ég spyrja það svona rétt í lokin, liggur undir því að það sé lítill vilji hjá stofnunum að rannsaka, að leita að erfðablönduðum lögsum eða ertu jafnvel að gefa í skyn að gögn séu bara fölsuð? Nei, ég nú ekki að gefa í skyn sögu eða svona gagnafölsun eða neitt slíkt. Nei. En ég bara segi það sem ég sagði. Já. Kerfið ekki nógu gott. Það bara ekki nógu mikið af gögnum safnað. Já, það ekki nógu mikið af gögnum safnað, en það bara okkar stóri nútíma vandi. Alltaf, eins og ég hef nefnt stundum að hérna áður þegar maður var að byrja í rannsóknum, þá var að vanta alltaf gögnin. Núna aðal vandinn að það ekkert gert með gögnin. Sem eru til og við erum með þau frá öðrum löndum, við erum með þau hérna og kerfið ekki að virka, það á öllum endum, ekki bara eins og að til dæmis sami aðilin sé með umsagnir og eftirlit og rannsóknir og allt, hann bara allstaðar hringinn í kringum borðið. Hvernig á að koma eitthvað vitulegt út úr því? Það gildur allar stofnanir eins og Hafró, Matvælastofnun. Þeir eru settur Umhverfis- og orkustofnun. Já, þetta svakalegt að horfa á þetta og svo Matvælastofnun auðvitað dæmi, hvað skildu við þurfa að bíða í mörg ár eftir upplýsingum sem eiga að koma kannski á 1-2 dögum eins og til dæmis þegar ekki bara er búið að átt að sjá því eitthvað sér sloppeldur, það er búið að finna því búið að staðfesta hvaðan kemur þá ættu þetta bara að vera hringt bjöllu og byrja á því að setja allavega á heimasíðuna hvaðan í fjandanum kom þetta og svo að hafa sambandi við öll veiðifél og mögulega hagsmunaaðila. Erum maður enn að bíða eftir því. Hvað slapp mikið í dýrafirði í fyrrasumar og bara til að nefna hvað kerfið gallað. Af því að það verið að tala þetta svo frábært hjá okkur svo reynda búið að fella út að það verið að rukka þessa aðila fyrir ofugniðin. Já, það með ólíkindi. Já, en það var nú þannig einu sinni, en það allavega, það þá að hafa því umræðunni, það nú ekki meira sem í boði núna, að þá hefði maður haldið, og þá það bara skotelt, svo fæ maður upplýsingar fiska sem maður að leita. Heyrðu, þá maður búin að fá 3 tilvik
Já, heyrðu, það nú bara ekki hægt að segja hvaðan það kom því að kerfið okkar sem að byggjast á því að það sem fer undan þessum hæng fari bara á þennan stað. Já, í þessum tilfellum þá fór það á 2 staði. Og í sumum tilfellum það einn skammtur á Austfjörðum og hinn á Vestfjörðum. Býtu, hvernig ætlað þú þá að sækja umrætt sjókvíaeldis fyrirtæki til saka fyrir slugsaháttinn þegar að það eru kannski 2 eða þess vegna fleiri sem að koma til greina. Það er enginn sem lætur bjóða sér það. Kerfið er svona arfaslagt og svo ef maður meira sér búin að biðja upplýsingar sem maður hefur ekki fengið svör við ennþá varðandi hvað skildi sömu hængarnir vera notaðir í mörg ár. Er þetta til dæmis ef maður kannski að lendi því að þetta er ekki bara búið að henda þessu 2 staði á sama árunu heldur þetta sé á sikkur árunu líka. Ég meina, og svo verið að segja manni það að þetta sé svo skemmtilega innpakkað að fólk geti bara hallað sér aftur og baki hægjendastofnum og horta á þetta gera landinu eitthvað til góðs. Það er þveröfugt. Við erum að horfa á það að við erum alveg án þess að hafa, það væri skömminni skára að hafa útreikningana hverju þetta er að skila, hvað þetta mun kosta okkur og fá þá netta útkomuna. En við erum bara svona í einhverju happdrætti að setja þetta áfram af stað, sko eins og þú sagðir þá þarf þetta að vera, að búa að veita leyfi, þetta þarf að vera ákveðin tíma, en við ætlum að gefa þessu bara inn í langa framtíð núna með þessu frumvarpi leyfi til að saksa á náttúruna á þess að við vitum nokkuð hvar það endar. Og ákall þitt síðast spjallaði við talsmann íslenskra náttúru, það á við sem aldrei fyrr. Já, það er orðað sunni. Kærar þakkir fyrir að koma og fræða mig og hlustendur og áhorfendur ykkar sjónarmið í þessum efnum og þína vísindaþekkingu. Og ég hefast ekki þú hafir vísindaþekkingu einnig en Jóhannes er sannarlega okkar fremstur. Ég starf ekki við það. Nei, hann er okkar fremstur á þessu sviði og mikilvægt að fá hans rödd og ykkar beggja, Þorgerður María Þorbjarnardóttir Landvernd og Jóhannes Sturlaugsson líffræðingur. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.